Góðan blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og er forstöðumaður Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia þar sem við tökumst á við spurningar hvað varðar kristna trú. Þetta er þriðji þátturinn þar sem við dílum spurninguna ef Guð er almáttugur og góður, af hverju er illska og þjáning í heiminum í dag? Og það sem mig langar að díla við í þessum þætti er það sem kannski ekki sagt í spurningunni sjálfri en það sem fólk býst við út af því að Guð er ekki búinn að gera neitt í heiminum í dag, hann er ekki búinn að drepa þá sem eru barnanýðingar eða drepa fólk eða raðmorðingja eða svo framvegis þá hlýtur Guð bara eiginlega ekki að gera neitt og þeim finnst óréttlæti í því. En það sem mig langar að díla við er þessi ranghugmynd, að þessi hugmynd að Guð muni ekki díla við illsku, að Guð muni ekki díla við þjáningu, að Guð muni ekki díla við fólk sem að veldur þjáningu, missi og svo framvegis, að sú pæling og svo hugmynd hefur engan stuðning í Biblunni. Að Biblan er að gefa okkur von það að þrátt fyrir að þessu lífi getum við upplifað óréttlæti, það gæti verið að líf okkar sem er þægilegt og það gengur allt mjög vel fyrir okkur, bara svona líkamlega og fjárhagslega, heilsulega, peningalega og svo framvegis. En það getur líka verið að þú upplifir mjög mikið óréttlæti í þinn garð, eins og flest allir spámennir sem eru hér í Gamla testamentinu og svo sjáum við líka með lærisveina Krists að það bendir allt til þess að það voru allir drepnir fyrir sína eigin trú og það að við upplifum óréttlæti í þessum heimi þýðir ekki að Guð mun ekki takast á við óréttlæti. Að á endunum er von hins kristna ekki í því hvað þetta líf hefur upp á að bjóða. Ef þú þarft að lifa í þjáningu með sjúkdóm eða hvað sem er allt þitt líf, að þá þýðir það ekki að von þín er þrotin, að von þín er búin, heldur er von þín í því lífi þegar þú sér skapara þinn og þú sér að heimurinn verður eins og hann á að vera, að þjáning þinn er bundin á enda og tár þín eru þerruð af Guði sjálfum. Og þannig að von kristni manns er í því að Guð mun og endanum dæma, hann er réttlátur dómari og hann, eins og segir hér í Mattheus 12, 36 og 37, en ég segi ykkur, á dómstegi munu menn verða að svara fyrir hvert ónýtju orð sem þeir mæla. Því af orðum þínum myndu sýknaður og af orðum þínum myndu sakfelldur verða. Þannig að segja, hvert einasta orð sem þú segir, Guð mun dæma þetta orð og spurningin er, eins og við tókumst á við í fyrsta þættinum illsku og almætti og góðvild Guðs, að Rómverjabréfið 3 segir okkur að við erum öll sek frammi fyrir Guði. Spurningin fyrir okkur í dag er það sem Kólossabréfið leggur út fyrir okkur. Það er í rauninni hver mun borga þína skuld. Þú ert búinn að brjóta gagnvart Guði á lögmáli hans, á reglum hans. Hann skapaði heiminn með ramma þar sem hamingja þín er inn í hans lögmáli, inn í hans vilja. Og við höfum öll farið á móti því með því að ljúga, með því að stela, með eigingirni okkar, með hatri okkar og svo framvegis. Og Kólossabréfið 2. kafli segir þetta í 13. versi til 15. vers. Þið voru dauð sökum afbrot ykkar og umskurðarleysis en Guð lífgaði ykkur ásamt honum þegar hann fyrirgaf okkur öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossinn. Hann fletti vopnum tignarinnar og völdin og leiddi þau fram opinberlega til háðungar þegar hann fór sína sigurför í Kristi. Spurningin er þessi, við erum öll með skuld, hver mun borga þína skuld? Þegar þú stendur fyrir framan Guð og hann mun dæma réttlálega, mun Jesús Kristur að borga þína skuld á krossinum eða mun þú taka afleiðingum fyrir það illa sem þú hefur gert? Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig sendt okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meira kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk. Og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.